Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Við förum af stað hérna, við tölum sjómannaverkfallið náttúrulega, en það ýmis önnur mál, það einkavæðing bankanna, við ætlum kannski að tala svolítið stöðu ungs fólks, bæði í húsnæðismarkaði og í atvinnulífinu, vegtolla. Þessi þáttur svona blanda af mikilli reynslu og minni reynslu, ég segi ekki reynslu leysi. Við fáum hérna í seinni hluta þáttarins mann sem kannski í dálítið góðri stöðu til að skilja atburði nútímans. Það Jón Baldur Hannibalsson, hann var náttúrulega utanríkisráðherra, maðurinn sem leiddi okkur inn í Evrópusamstarfið fremur öðrum og var síðan sendiherra Íslands í Bandaríkjunum. Og náttúrulega maður sem mann svo langt aftur, það ekki bara kalda stríðið heldur sjálf heimsstyrjöldin. En hjá mér hérna í fyrri hluta þáttarins Pavel Bartósek, þetta svona dálítið ungt fólk sem að koma inn á þing, Pavel Bartósek, Ásta Guðrún Helgadóttir, Teitur Björn Einarsson og svo ritstjóri sem nú eiginlega orðinn hogginn á reynslu í fjölmiðlun, það Þórður Snær Júlíusson. Við verðum alltaf að byrja á sjómannaverkfallinu, sko, menn eru nú að velta fyrir sér, það kannski tvennt í þessu, annars vegar það að það hafi verið ákveðin sigur fyrir, aðalega kannski Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttur, sjávarútvegsráðherra, að það tókst að leysa þetta án þess að ríkisstjórnin færi að setja lög eða beita sér liðka fyrir samningum með einhverjum peningum eða einhverjum loforðum með skattaafslátt og slíkt. Og svo menn að velta fyrir sér hvort að sjómenn samþykki samningin. Það kannski spennu þátturinn í dag, Teitur. Já, sko, fyrsta lagi þá það mjög gleðilegt að samningar skuli hafa tekist, en við þurfum að sjá hvort þeir vera samþykktir. Það hafa 2 aðrir samningar verið felldir á síðasta ári og við þurfum að taka svona þessum hæfilegum fyrirvara. En jú, þetta mikið gleðiefni að menn hafa náð saman og það sem hefur komið fram í fréttum, menn að virðast hafa tekið á öllum þessum helstu álitamálum, náð að leysa þetta sjálfir eins og þeim bara að gera og axla þá ábyrgð og það verður spennandi að sjá hvað gerist í dag, en það alveg ljóst. Við erum alveg komin að þolmörkum þjóðfélagsins það hvað þetta verkfall getur staðið lengi áfram ef þeir verða ekki samþykktir. En Þórður, það hefur nú verið svona dálítið stríð þessi kraf að ríki grípi inn í. Já, þetta búið að vera dálítið einkennilegt. Allt í einu var þetta aðalatriði í þessari deilu, svona lokaspretti, 2 mánaða verkfalls, að ríki teki þátt í því að niðurgreiða laun sjómanna. Það liggur fyrir bindandi álit yfirskattanefndar það að fæðispenningar sjómanna eru ekki dagpenningar. Þetta ekki sjósókn, ekki svona samskonar ferð og dagpenningagreiðslur að ná yfir og þetta vilja leiðal fyrir að svona þetta og þessi krafa það að ríki komi inn með sértækar lausnir til þess að leysa kjaradeilur milli 2 aðila, það eitthvað sem á aldrei að vera í boði, hvorki gagnvart sjómönnum eða öðrum. Þeir hafa nefnt mikið til dæmis að flugáhafnir fái sérstaka afgreiðslu á sínum dagpenningum. Það rétt, það var líka sértæk lausn á kjaradeilu á sínum tíma þegar það kom inn og kannski ágætt að nota bara tækifærið og fara að vinda ofan af því og búa til almennar reglur dagpenninga sem gilda yfir alla jafnt. Þetta þannig, við erum að fara að sigla inn í mjög erfiðar kjaraviðræður. Við erum alltaf með þetta höfrungahlaup sem varð í launum stjórnmálamanna sem verður rosalega erfið brekka að klífa í þeim kjaraviðræðum. Ef að til viðbótar hefði komið að það hefði verið sniðin sértæk lausn handa atvinnuvegi sem situr á eigið fé upp á 300 milljarða króna, búin að greiða sér 50 eitthvað milljarða plús í arð á örfáum árum og er að upplifa fordæmalausar svona góðæristíma og sama tíma þjóðin var í erfiðleikum. Það hafði ekki, held ég, verið gott innlegg inn í það hefði verið vond skilaboð. Já, það var nú eiginlega að segja það, sko. En við erum náttúrulega búin að horfa upp á ríkisstjórnina, sérlega í síðustu ríkisstjórn hjá Sjálfstæðisflokknum, setja lög og verkföll oft, ekki bara einu sinni heldur, ég held að það var eitthvað 3 sinnum síðasta kjörtímabili. Þannig að ég verð að segja það, ég er mjög ánægð með það að það sé komin í raun og veru ákveðin lausn í þessa deilur sjómanna og bara vonum að það væri náttúrulega bara samþykkt, þannig að séð. En síðan það þarf að senda mjög skýr skilaboð það að samningsaðilar þurfa að, það geti ekki bara beðið, þau geti ekki bara setja þetta af sér og síðan beðið eftir því að ríkið komi þann inn í. Út af því að þá engin tilgangur með í raun og veru verkalýðsbaráttu. Og það mjög mikilvægt að við virðum verkfallsréttinn, að mínu mati. Pavel, segjum nú að sjómenn samþykkið ekki. Erum við þá að horfa á lagasetningu bara í næstu viku?
Ég veit það ekki, en ef bara eins skrólum tilbaka svo ég fá að tjá mig þessa deilu, þá náttúrulega það þannig að það mjög ánægjulegt að hafi tekist að semja án þess að hafi tilkomið annarkvort lagasetningar eða án þess að ríkið hafi þurft að setja mikla fjármuni í að leysa deiluna og ekki vantaði fólk sem vildi gera þeim. Það voru tillögur á þingi það að gera fæðispenninga skattfrjálsa sem hefði kostaði opinbera milljarð, síðan kom tillaga frá viðsemjendum að veita skattafslátt sem hefði kostað 40 milljónir og bæði þetta vildu margir gera en ríkisstjórninni tókst að standa þetta af sér og fyrir viki þá höfum við þá kannski milljarð til umræða meira til frambúðar til þess að geta nota peninga eitthvað annað, þannig að það gríðarlega gleðilegt. Varðandi spurninguna hvort það komi til greina að setja lög á verkfall eða þetta samþykkt, þá bara veit ég ekki, ég held að það sé ekki endilega næstu rauðdags að skrifið. Ég meina ef að það eitthvað í sem viðsemjendur telja að sig geta leyst sín á milli sem stendur út af, þá eðlilegt að þeir fá að gera það. En ef að deilan snýst einungis, það sem lá fyrir, ef deilan snýst einungis kröfu þriðja aðila, þá það rauninni strangt tekið ólöglegt samkvæmt lögum vinnudeilur. En nú segja menn að lögin hafi faktist, eða hótunum lögin, hún hafi verið tilbúin. Ráðherra hafði lögin í bakhundinni til þess að dengja þeim fram. Ég held að báðir samningsaðilar hafi gert sér grein fyrir því að þetta verkfall búið að standa of lengi, komið ákveðum endamörkum. Ef að þeir samþykki ekki samningin, sem við skulum nú vona að gerist ekki eða við sjáum til, þá kemur bara upp ný staða. Ef það rétt eins og Pavel segir að það þá eitthvað milli þeirra að ræða og þeir eiga þá eitthvað eftir að út af standardi til þess að taka og reyna að finna lausn á. Ef það uppi þá ekki alveg einhlítt að stjórnvöld þurfa að koma inn í það, en ef að þeir segja að við gefumst upp, við getum ekki samið og ríkis sáttasemjari segir að þetta vonlaust, þá verða ábyrg stjórnvöld að taka mið af þeirri stöðu sem kemur upp og skoða hverjir eru nú hagsmunir almennings í þessu og hagsmunir þjóðarinnar í heild gagnvart þessari deilu. Þannig að þú heldur að lög þá komin til greina? Að sjálfsögðu koma til greina ef að þessi staða komin upp. Loðnanssyndir að fara að synda hér fram hjá okkur í stórum torfum og að því búið auka kvóta. Fleiri fiskar en loðnan í sjónum. Þannig að þetta þú skrifaði grein í Kjarnan, þitt ágæta rit, Þórður, ríkisstjórnina, að það væri talsverður núningur innan ríkisstjórnarinnar ýmis mál og þetta náttúrulega, maður fann kannski ekki myndið flokkar en það var í þessu máli voru svona ákveðnir erfiðleikar en svo eru fleiri máli eins og jafnlaunavottunin sem það veit nú ekki einu sinni hvort það getur orðið að veruleika. Já, þetta náttúrulega byrjaði eiginlega daginn eftir að ríkisstjórnin var mynduð þegar það skópust deilur Reykjavíkurflugvöll vegna yfirlýsinga ráðherra samgöngumála. Síðan höfum við séð núning áfengisfrumvarpið sem þingmenn allra stjórnarflokkana meðal annars standa af. Við höfum séð núning jafnlaunavottunina og bara mjög digubarklegar yfirlýsingar þar og kannski viðhorf hjá meira segja einu ráðherra sem þess eðlis að hún allan mjög skeptísk á jafnlaunavottun, hún Sigríður Andersen og það í stjórnarsáttmála jafnlaunavottunin. Og svo náttúrulega núna í sjómannaverkfallinu þegar að minnst 2 þingmenn stíga fram og segja að þeir séu fylgjandi því og raunlega kröfðust þess að ríkið myndi stíga inn í þá deilu með því að gera fæðispenningana frádráttarbæra frá skatti, Páll Magnússon og Ásmundur Friðriksson. Og það er bara mánuður liðinn frá þessi ríkisstjórn tók við. Hún tók við náttúrulega eftir dálítið fordómalausar aðstæður, eftir að mann voru búin að fara margar hringi á hringekjunni og niðurstaðan bar þess dálítið merki að þetta var ríkisstjórn sem var mynduð þar sem var höfðað til ábyrgðarinnar að mynda starfhæfa ríkisstjórn. Hún með minnsta mögulega meirihluta. Stjórnarsáttmálinn var stjórnarsáttmáli málamiðlana, sérstaklega 9 flokkarnir 2, Björt Framtíð og Viðreisn gáfu eftir í stórum málum sem skilgreindu þá og þess vegna þetta mjög erfið byrjun, sérstaklega í ljósi þess að allar stuðningsmælingar náttúrulega eru eitthvað sem við höfum aldrei séð áður. 25% sýndist mér með ánægju. Mann finnst þetta ekki sérstaklega gæfuleg byrjun, Pavel. Nei, þú myndi aldrei fá stjórnmálamann sem ánægð með það hann mærist lítið, stjórnmálamann verður alltaf ánægður með hans hátt, ónægður með hans lágt, ef þau standi í stað, þá segjast þeir ánægðin í raun ónægður, þannig að það er kannski til lítils að spurja okkur af hverju þetta sé svona. Við getum alltaf kennt fjölmiðlum eins og Trump gerir, en ég ætla ekki að fara í þann leik. Ég myndi mér þetta þýðir bara það að fólk, það þýðir ekkert að túlka þetta öðruvísi þætti, en fólk sé ekkert gríðarlega ánægt með ríkisstjórnina. Það er bara hin eðlilega túlkun á og kannski einhverja skýring á því? Nei, ég meina þetta er ríkisstjórn sem byrjaði með, það var ekki hátt fylgi á bakvið hana, ef maður telur flokkana sem standa að henni og
svo náttúrulega bara, þú veist, án bara þá eftir að sanna sig. Ég ætla svo sem ekki að... Myndirðu hafa eins og ég segi til þessi mál sem eru, það er þarna núningur og þú veist, menn í svona litlu meiri þá geta menn gert uppreisn og það getur komið stjórnin í vandræði og það var jafnvel í jafnvægilega málu, þá getur verið að þið þurftu bara að fá stuðning frá stjórnarandstöðunni beinlínis til að koma málinu í gegn. Sko, ég hluta þessar mála alltaf að byrja með þá svona leiti á það að yfirlýsingarmannum Reykjavíkurflugvöll hingað og þangað, það hefur nú bara verið svona hluti af leið þeirra til að spila út úr sko, stjórnarmyndaviðrum að þann hátt að þær hefði einhvern veginn sigrað þær. Þannig að það var svona bara svona fyrsta skrefið. En svo auðvitað er þannig með tíma að væri nú kannski æskilega menn væri aðeins meira svona samstíga í ýmsum yfirlýsingum. Ég neita því ekki, mér fannst ekki hjálpa til þessari deilu þegar að komu sko, yfirlýsingar já, við skulum borga þetta. Það hefði svona aðeins mátt bíða með. Eða jafnlaunavottunin líka. Já, vissulega. Það er hluti sem er í stjórnarsáttmála og það þýðir það að ætti svona að vera frekar ljóst að það er eitthvað sem ríkisstjórnin ætlar sér að gera. Hvað segir þú til þetta? Ríkisstjórnin sjálf, ég held að þessi fátt sem að hún er mjög samstíga og sammála undir forseti Bjarna Benediktssonar. Það eru fá mál sem að hún hefur svo sem komið fram með en það tiltölulega nýtekin við. Það reikna með því að ráðherrarnir eru að svona vinna sínu stefnumótunarmálum í ráðuneytunum og það er samt þessi ósamhljómur. Ekki mörg frumvörp komið fram frá ríkisstjórninni enn sem komið, en þetta eru mjög snemma á kjörtímabilinu. En það eru þessi deilur, þessar núningur og menn eru að spila sóló og það er erfitt þegar er lítill meirihluti. Við getum tekið svona grafalvarlegt mál eins og þessi sjómannaverkfall. Það er auðvitað eðlilegt þegar þetta snertir allt samfélagið og þjóðarhag að menn hafi skipta skoðanir á því, jafnvel á þingi þar sem menn hafa nú atvinna á því að hafa skoðanir á því hvernig er best að leysa það. Ég held að það sé allt gert af góðum hug og góðum vilja þjóðinni til heilla og það er ekkert óeðlilegt að menn greini á þær leiðir. Ríkisstjórnin var sammála hvernig átti að afgreiða þessi mál og hún er sammála í mörgum öðrum málum að sjálfsögðu. Þetta mun koma mál þar sem eru skipta skoðanir að sjálfsögðu. Þetta er mjög almennt orðað. Já, sjálfsögðu, en það verður mjög almennt mál til umræðu hvað skýrir vinsældir hennar eða ekki. Eins og Þórður bendir réttilega á, þetta er stjórn sem var myndað eftir mjög langt og strangt ferli eftir kosningar og það kann að vel að þetta sé ekki óska stjórn allra landsmanna en þetta er allan ábyrg og starfhæf ríkisstjórn. Hvernig horfir þetta við ykkur í stjórnarandstöðunni? Þetta er náttúrulega bara mjög sérstök pólitísk staða eins og hún er komin. Við náttúrulega horfum til dæmis, við horfum á stjórnarsáttmálann. Það er beinlínis gert ráð fyrir því að stjórnarandstaðan stígi einhvern veginn inn, hjálpi. Hvað er við að fá í staðinn? Þannig að Þú meinar að þið fáið ekki til staðinn? Ég meina það var aldrei rætt við okkur það. Við áttum að aðstoða við að koma í gegn einhverja jafnlaunavottun og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að þetta er náttúrulega svolítið sérstakt viðhorf í raun og veru sem við erum að sjá frá stjórnarmeirihlutanum. Fyrir utan það virðist bara ekkert vera endilega sérstakur sterkur meirihluti bakvið. Kannski eru sumir þingmenn stjórnarmeirihlutans í raun og veru bara í stjórnarandstöðu. Og það er svolítið svona sem maður hefur verið að finna. Það er svona, þeir eru að taka sérstök skref, ef svo má segja, sérilegi miðað við það hversu nauman meirihluti eru með. Það er greinilega mikil óánægja. Það er það sem ég sé, allavega frá mínu bæjardyrum séð. Við ætlum að fara í dálítið annað mál og það er einkavæðing bankanna. Nú þetta er stórmál og það var eitthvað að gera grína með dag, ég var eitthvað að tala mismunandi stórmál í síðasta þætti, það var mynd sem kaldhæðni en hún hefur miskilist, en þetta er stórmál og þetta er eitt af því sem ríkisstjórnin einsetur sér og það á að selja stærstan hluta fjármálakerfisins á næstu árum nema hlut í Landsbankanum og það verður náttúrulega að segjast eins og að þegar menn fara að tala um einkavæðingu á Íslandi þá vakna alls konar illa-grunsemdir og þetta mistókst herfilega upp úr 2000 og svo erum við með fordæmið sem er borgunarmálið að við sjáum bara núna fyrir helgi það er gríðarlegar arðgreiðslur út úr borgun fyrirtæki sem var laumað í hendur má segja einkavina út úr Landsbankanum. Þórður, þetta er einhvern veginn það er tvær spurningar í þessu hvernig getum við einkavætt að viti og svo er spurningi hvort að ríkið eiga í bönkunum, það er náttúrulega önnur spurning. Já, til að byrja með, þú nefnir borgunarmáli, það má nú taka margar aðrar sölur sem hafa átt sér stað hérna, ég meina allt íslenskt atvinnulíf nánast fór í gegnum einhvers konar þvottavél hérna eftir hrunið og við fórum að endur útdeila gæðum á ný
og þar margt órannsakað, svo að sé vægt til orða tekið. Við getum nefnt sem dæmi Eignasafn Seðlabanka Íslands sem eignarhaldsfélag á vegum Seðlabankans sem svona leyndarhjúpur í kringum og fást litlar upplýsingar hvernig hefur komið eignum í verð. Kom skýrsla Ríkisendurskoðunar sölu á eignum Landsbankans í haust sem var svona vægast sagt frekar svört, ekki bara varðandi Borgun heldur varðandi fleiri sölur og svo náttúrulega hefur opinbera líka ábyrgð á eignasölum hinna bankana þrátt fyrir að þeir hafi verið tímabundið í eigu kröfuhafa vegna þess að þeir eru endurreistir með handafli ríkisvaldsins og lúta regluverkinu sem ríkisvaldi setur. Þú ert að tala líka þessa seinni einkavæðingu sem við stundum verið kvöldu og það náttúrulega á tímum vinstristjórnar. Þetta bara á þessum síðustu 2 kjörtímabilum þá hefur þetta átt sér stað og þar sampólitísk ábyrgð mikil. Við getum alveg, borgunarmáli þannig, svo við rennum örstutt í gegnum þetta. Þetta selt á 2,2 milljarða haustið 2014, 31,2% hlutur. Síðan þá búið að greiða út 2,4 milljarða fyrir 31,2% eignarhlut í arð í 3 arðgreiðslum og 2,5 ári. Þannig að þeir sem keyptu hlutin eru þá búin að fá allt söluandvirðið sem þeir greiddu út og 200 milljónir pluss tilbaka og eignarhluturinn að minnsta kosti búin að þrefaldast í verði. Þannig að ávinningur þeirra svona 6-7 milljarðar að lágmarki á þessum tíma. Auðvitað hræða sporin. Við erum ekki góði í einkavæðu fyrirtæki, ég held við erum bara að viðurkenna. Okkur tókst hræðilega til þegar við einkavæddu bankana. Það var stórum hluta til ástæðan fyrir því að fór svona illa haustið 2008. Við létum fólk með enga reynslu af bankageira fá þessi fyrirtæki á þeim tíma og pólitík réð þar för, ég held að það sé nánast orðið óumdeililegt í dag. Fleiri dæmi eins og salan á íslenskum aðalverktökum og svo framvegis sem heppnuðust mjög illa. Núna erum við með bankakerfi sem það raunalegt dálítið erfitt að sjá hverja viðskiptalegu forsendar séu fyrir því að kaupa ef maður segir alveg svo Þú meinar að það sé undirliggjandi rekstur bankakerfis á Íslandi ekki sérstakur og helstu allar þessi mikla hagnaður sem hefur verið þarna í gegnum síðustu ár hefur fyrst og síðast verið vegna innskiptsliða. Það að segja vera að hækka virði einhverja lána sem hafa reynst borga betur en upprunalega var áætlað eða seldi einhverja eignir sem fengi fangið eftir hrunið og svo framvegis. Og svo maður horfir yfir íslenska fjárfesta, hverjir geta keypt þetta? Það annars vegar útgerðin sem orðin svona rík og evrópska mælikvarða, hún getur keypt sér banka. Við þurfum að spyrja okkur þeirra spurninga, vilju og útgerðin svona sem nú líklega sá atvinnuvegur í Íslandi sem skiptir sér mest af samfélaginu með að styrkja stjórnmálaflokka og kaupa sér fjölmiðla og svo framvegis, að hún komist yfir fjármálakerfi líka. Og svo það lífeyrissjóðirnir og lífeyrissjóðirnir með svona laissez-faire afskipti af eignum sínum, eiga helminginn öllum hlutabrifum og eru ekki með svona bein afskipti af þeim félögum sem þeir eiga í og þannig að þá myndi eignarhlutur þeirra í bankakerfinu svona dálítið falla áhrifalaust dauðu niður. Sama tíma verið að tala að gefa 20%. Já, þú mannir þannig að það getur þá hugsanlega einhverjir, innan gæsalappa lukkurittar innan bankana. Sama tíma verið að tala að gefa 20% til almennings og almenningur eru alla að fara að taka sér saman og standa saman að einhverju stjórnarmanni og hafa áhrif fyrir þennan 20% hlut. Þannig að við getum hort á það, segjum að lífeyrissjóður kaupi helmingi banka og almenningur á 20%, að þá geta einhverjir litið 6-7% hópar lukkurittar að koma inn og haft alveg gríðarlega áhrif vegna þess að stærstu eigendurnir eru með þá stefnu að vera ekki með hands-on. Sko, þú ert að segja það að það sé mjög erfitt að einkavæða bankana þannig að það sé eitthvað vit í því. Ég meina, erum við þá að tala að reyna að fá erlenda aðila inn eða? Ég veit ekki hver á að kaupa. Ég meina, allan þegar ég horfa á þetta, ég skrifa viðskipti í mörg ár. Ég á mjög erfitt með að sjá rosalega skýrar viðskiptalegu forsendur fyrir því að erlendur aðilar ættu að koma að kaupa banka á Íslandi eins og þeir í dag. Vaxtamöguleikarnir erlendis eru ekkert sérstaklega miklir. Innanlands þetta bara að þjónusta einstaklinga mestmegnis. En nú borgum við vexti, já. Og svo bara þetta að horfa á hverjir innanlands getur gert það. Ég meina, allir eru að fara að lána fólki til þess að kaupa banka aftur. Ásta. En náttúrulega búið að vera að leita að einhverjum erlendum til þess að kaupa þessa banka í næstu 20 ár núna. Það hefur bara lítið gengið. Þegar það kemur því að einkavæða bankana, þá þurfum við að líta svolítið tilbaka og reyna að læra af reynslunni svona einu sinni. Það sem fór úrskeiðis upp úr 2000 til 2004 var náttúrulega að þarna voru 3 bankar raun og veru einkavæddar á einu bretti. Það bara eðlilegt að það fengust í fyrsta lagi ekki gott verð fyrir þau. Þetta var gert allt og hratt, þannig að vera pólitískir í raun og veru pólitískur ásetningur að reyna að einkavæða það. Þannig að auðvitað fór þetta illa.
Þannig að ef við ætlum að fara þessi vegferð, ef við ætlum að fara og einkavæða hluti í bönkunum, hvort sem það er heill hlutur eða bara lítill hlutur, að þá þarf að fara varlega. Út af því að við þurfum að byggja upp traust. Þannig að frekar að gera þetta hægar, ég meina einkavæðing á Danske Bank og Norske Bank, það búið að taka nokkur 20 ára. Og það er nákvæmlega það sem rannsóknarskýrsla Alþingis bendir á, að það þarf að selja þetta yfir langt tímabil. Þannig að ætla sér að endurtaka sömu mistökin aftur en alltaf bara klikkun. Þannig að bara flýta sér hægt, ég held að það sé mikilvægast og að byggja upp traust út af því að þetta er pólitísk ákvörðun alveg sama hvort að manni líkið að betru að verð. Og það er líka pólitísk ákvörðun að flýta sér eins og var gert. En svo er náttúrulega spurningi sko, að hvaða leyti getur ríkið átt banka, ríkið að eiga banka, eða er bara prinsipmál að ríkið eigi enga banka? Það er náttúrulega bara mjög umdeilanlegt. Bara hvort að ríkið eiga eitthvað smá hluti í bönkunum, eins og til dæmis þetta er annars staðar í Skandinavíu, þá á ríkið hluti í nokkrum bönkum, 10% hlut. Og það hefur nú alveg gengið þannig að segja eftir. Ég meina ríkið má alveg eiga hluti, en þá er þetta bara spurning sko hvort að ríkið eigi og reki heilt bankakerfi eins og hérna á Íslandi í raun og veru. Það er kannski ekki einhver. Það er kannski svolítið mikið. Menn hafa náttúrulega selt eignir áður sko, ég meina, og það er hægt að gera það með svona sæmilega gegnsam hætti, með að skrá viðkomandi félög bara í kauphöllinu og síðan hérna að fara fram útboð fyrir ákveðin tilteknum hlut og síðan að selja ákveðnum tjönkum yfir eitthvað ákveðið tímabil. Ég held að það sé nú reyndar miklu farsælli leið heldur en að leita einhverjum einum góðum kaupanda til þess að kaupa á eins og oft hefur verið gert. Já. Það er mjög óskynsamlegt að ríkið eigi í bankum. Þetta er áhættusamur rekstur og eins og Þórður bendir réttilega á, þetta er ekkert sérstaklega arðbær rekstur. Það er áhættusamur, bankar geta farið á hausinn. Það var einn lærdómur sem menn reyndu nú að draga hérna af hruni fjármálakerfisins 2008. Það góða við það að ríkið átti ekki bankana og bjargaði ekki bönkunum sko. En það er ekki svo stað upp ef ríkið á nú allt fjármálakerfið. Ríkið er með tæplega alltaf því, 500 milljarðar bundið þannig inn í eigið fyrir þessara stofnana. Við getum gert margt mjög skynsamlegt við þá fjármuni að sjálfsögðu með að greiða niður skuldir og lækka þar með vaxtabyrði ríkissjóðs til þess að styrkja velferðarkerfið. Og fyrri spurningin sko, er hægt að einkavæða að viti? Já, það er eiginlega grundvallaratriði sko. Það verður að gera það með réttum hætti, vanda mjög til verka, gera með gegnsæjum hætti og við þurfum líka að svara spurningum eins og hvað er heilbrigt og gott fjármálakerfi, er það með dreifðu eignarhaldi og hvernig getum við takmarkað eða dregið úr áhættu sem að almenningur og ríkissjóður verður fyrir af áhættu sem starfsemi bankana, hvað maður að segja, þetta moral hazard sem að kemur upp og venda þannig innstæður eða þá ríkissjóð þegar að bankar fara á hausinn sem munu örugglega að halda áfram að gera einhvern veginn í framtíðinni. En sko þetta bankakerfi er ekki að þjóna okkur vel heldur því að sko kostnaðurinn er mikill, þetta er dýrt kerfi og við borgum himinháa vexti. Þetta er ekki, sko þetta er stórt kerfi en það er ekki einu sinni gott. Síðan er náttúrulega líka bara fíllinn í herbygginu og það er náttúrulega íslenska krónan. Já. Og þessi gjaldeyrishöft sem við náttúrulega búum við. Við komum að því seinna. Menna, þú veist, bara þannig ég seti þetta fram hér. Já, við þurfum líka að velta því. Og bankastarfsemi er ekki sko, einhver stjarnæðilisfræði. Sko. Þetta er hérna, hlutverk þessara fyrirtækja að miðla peningum á milli aðila og svo þeir og hvaða verður á peningum eða hvaða vextir það lagðir á í útlánum og innlánum. Þetta er ekki starfsemi sem að ríkið á að vera í, en það er þá hlutverk ríkisins að skapa réttan lagaramma og skilyrði til að, hvað maður segja, venda almenning fyrir þessu. En sko með því svona söguna þá verður að segja eins og að við erum með sko við eigum allavega mikinn lærdóm sem við getum dregið sko, af mishefnaðri Það eru einkavæðing eins og þegar menn seldu Símann á sínum tíma. Það var nú gert nokkuð vandlega og svona eins vel og hægt var á þeim tíma. Það var líka fyrirtæki sem var algjörlega nauðsynlegt. Það var ekki lengur í eigu ríkisins og mögulega fekk ríki mjög hátt verð, jafnvel meira en að átti skilið með hvað eign þetta var. Við skulum muna eftir því að þegar Síminn var seldur þá var eitt af skilyrðunum hann skráður á markaði og hann entist á markaði í 1 dag vegna þess að verðið sem bauðst á markaði þegar hann var skráður hentaði ekki þeim sem keyptu það af ríkinu. Þannig að það var nú ekki eins og sú einkavæðing hafi gengið að öllu leyti. Við borguðum mjög hátt verð, það kann að vera. Sko, fínt fyrir ríkið. Þetta er svona tengist þessu en við skulum fara aðeins. Mér langar að vitna hérna í Stundina. Þetta er eitt af kröftugur blöðum sem kom út og
og ég bara mæli með því við lesendur að sækja ekki bara upplýsingar á netið, þetta líka að lesa öll þessi blöð sem komið á Íslandi og eru prýðileg mörg. Stundin fall ungu kynslóðurinnar, Ris Gamma, og svo hérna leiðar eftir ritstjórann. Íslenski draumurinn í uppnámi í landi jakkafatana. Þetta löng grein úttekt sem fjallar það hvað erfitt fyrir ungt fólk á Íslandi, og þetta reyndar ekki bara á Íslandi, þetta víðar í nákvæmlega eignast húsnæði, hvað tækifærið þeirra í atvinnulífi eru í rauninni fátækleg og bara það að ungt fólk hefur það bara miklu meira skítt en mín kynslóð til dæmis. Já, þetta náttúrulega, ég náttúrulega þessi hrun kynslóð þannig að ég hef verið 18 ára 2008 og ég held að mín kynslóð hafi kannski svolítið aðra sýn á gæði lífsins. Það að eiga húsnæði kannski ekki forgangsatriði út af því að ég meina mörg okkar hafa séð sko í raun og veru húsin tekin á okkur á bönkunum. Við kannski lítum á peninga og upplifanir og vinnu aðeins öðruvísi heldur en kynslóðana sem koma á undan. En þrátt fyrir það, þá er það alveg rétt að þessi kynslóð, mín kynslóð í raun og veru, hefur dregist aftur úr. Bæði þegar kemur að atvinnutækifærum, þegar kemur að launum. Þetta sá aldurshópur sem hefur ekki notið til jafns launahækkanir núna á 21. öldinni miðað við það sem var í gangi á 20. öldinni. Þannig að þarna greinilega pottur brotinn. En síðan þegar kemur svo aðgengi að húsnæði á húsnæðismarkaðnum hérna á Íslandi, þá held ég mögulega svolítið mikil einföldun að kenna Gamma bara það. Já, þetta kannski, já. Þannig að við erum að sjá fram á það að eftir hrun það var alltaf lítið byggt. Við erum að tala það, við erum búin að fjölga bara bæði fólki sem fer í gegnum Ísland, þar sé ferðamönnum. Ferðaþjónustan náttúrulega bara gífurlega stórt apparat sem þarf mikið af fólki. Það einfaldlega bara miklu meira fólk sem þarf húsnæði heldur en framboðið og þá náttúrulega bara hækka verðið og ég meina, ég ekkert að fara að sjá fram á það að geta keypt mér íbúð einhvern tímann á næstunni. Það bara frekar ómögulegt að mínu mati. Þetta mjög interessant umfjöllun hjá Gamma en hjá Stundinni fyrir ég, ekki hjá Gamma. En það eitt sem þeir koma inn á sem tilkomið þessara nýju leigufélag sem eru þá heimavellir til dæmis og almenna leigufélagi. Og ég reyndar ekki jafn svona svartsýnn á það sé sérstaklega slæmur hlutur per se. Við erum þá kannski að fara að horfa upp á aðeins mótaðra leiguumhverfi. Ég nú verið á leigumarkaði í langan tíma og það auðvitað markaði það sem mjög mikið fólki að leigja af einhverjum öðrum svona litlum, bara fólki sem á 1-2 íbúðir ætlar sig að eignast íbúðir með að láta leigun sem borga fyrir það og það umhverfið heldur ekkert gríðarlega stöðu Þú getur hent leigjandinn út og það eru 11 ástæður fyrir því að hann geti farið og ætlar að búa sjálfur í íbúðinni, gera hann upp og svo framvegis. Þannig að marganhátt tilkomið svona kapitalista getur verið jákvætt skref vegna þess að þá komið eitthvað svona meira munstur og þá kom fólk sem vill græða á þessu að leigja fólki út íbúðir. Þannig að ég held að af öðru, fyrir utan allt annað í greinin sem forðurinn, þá held ég að þetta eitt og sér sé ekki endilega neikvætt. Nei. Það þannig að jú, það skortur á húsnæði hér, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu og það endurspeglast þá í hærra verði og þannig þessi lögmál því miður framboð eftirspurnar. Staða ungs fólks, já, hún eins og þarna dregið fram og við höfum áður séð, hún er lakari en annar aldurshópa. Þá líka benda á það aðeins dýpri og vandaðri umfjöllun í skýrslu sem að Friðrik Már Baldursson og Axel Hall hagfræðingar tóku saman í haust efnahagslega stöðu fólks á aldrinum 20 til 35 ára, skýrsla sem að fjármálaráðherra lagði fram í fyrirspurningu Helga Hjörvars á þingi. Þar dregin upp mynd, kafa aðeins bak við þetta, hver staðan núna með við staða ungs fólks árið 1990 fyrir 25 árum síðan og hvað hefur breyst. Það sem hefur aðalega breyst hlutfallslega þessi aldurshópur í dag með minni hluta af, kaupmáttarkökunni eða einhvers slíku hlutfallslega með aðra aldurshópa. Hann var stærri hlutfallið fyrir 25 árum síðan. Breytirnar sem ég hafi rænt ykkur. Breytirnar sem þarna undir og hvaða breytingar í þjóðfélaginu, það eru miklu fleira fólk sem fer í háskólanám á þessum aldri, 20, 25 eða 30 ára og lengur í háskólanámi en oft áður. Það hefur þetta áhrif á möguleika fólks að afla sér tekna sem ekki með sama hætti og var kannski fyrir 25 ára síðan
Og þróunin virðist vera þessi, fólk það lengur að koma sér undir fótunum, það byrjar mögulega með lægri hlutfallsleg laun en aðrir hópar gerðu hérna fyrir 25 ára síðan, en þegar komið yfir 30-aldurinn og nálgast 40-aldurinn, þá hækka launin hraðar en þeir gerðu áður og þau í hámarki nær 50 yfir lengra tímabil. Sko, þetta hefur áhrif á meðal annars getu fólks til þess að koma sér upp hérna höfuðstól til að kaupa húsnæði. Það sem að vandamáli virðist ekki vera greiðslubyrðin, heldur að eiga sparifé til þess að leggja út fyrir útborgun. Ég las það í einhverjum ensku fjölmiðli að það tæki núna venjulega 3 manna fjölskyldu ungt fólk að eiga fyrir, það tæki það 26 ára að eiga fyrir útborgun í íbúð í London ef það lifði síðan svona venjulegu lífi. Þannig að ástandið er víða slæmt en hér. Ástæðan fyrir þessu ástandi sem á íslenskum húsnæðismarkaði fyrir ungt fólk. Ég meina þetta þannig á örfáum árum hefur fjöldi þeirra Íslendinga sem á 30-aldri sem búa í foreldrahúsum farið úr 30% í 42%. Það er bara 10 ára tímabili. Ástæðan er fyrst og síðast skortur á framboði. Við erum svona kannski 8.000 til 10.000 íbúðum á eftir vegna þess að við höfum ekki byggt nógu mikið hérna á árunum eftir hrun. Til þess að mæta þeirri eftirspurn sem til staða núna, hún hefur náttúrulega bæði verið bara vegna þess að Íslendingum fjölgar en líka náttúrulega vegna þess að ferðaþjónustan að nýta töluverðan hluta af íbúðarhúsnæðinu undir sig. Það er ekki til nógu mikið hótel til þess að hýsa alla þessa ferðamenn og þetta hefur leitt til þess að húsnæðisverðið hækkaði um 70% á höfuðborgarsvæðinu frá lok árs 2010 dagsins í dag. Og þetta hefur náttúrulega ýkt erfiðleika þessa hóps alveg gríðarlega. Það er ekki bara húsnæðisvandi sem blasir við þessu, það er líka atvinnuvandi vegna þess að eins og Teitur benti hérna áðan, Íslendingar að mennta sig miklu meira magni. Ég hef 4.000 manns að útskrifast úr háskólum einn ári og við erum ekki búið til störf fyrir þetta fólk. Flest störf á Íslandi eru störf sem að vera til tengjast ferðaþjónustu eða stóðgreinum þar sem krefst ekki sérfræði. Og við flytjum fólk inn til að vinna þau störf. Og eru láglaunastörf eða þannig og menntun er ekki metin til launa hérna á Íslandi, það sýna það allar samanburðarkannanir. Og svo erum við líka bara við ákveðnum velferðarvanda. Ég meina við sáum hérna könnun sem var birt í fyrra, alþjóðlega könnun sem sýndi það að þegar þú mælir velferð frá öðru en þjóðarframleiðslu þá var Ísland að falla og neðst Norðurland á lista þar. Við erum búin að fara langleiðin með að ganga á fæðingarorlofskerfið okkar, vaxtabætur eru að lækka, barnabætur eru að lækka, umhverfi umhverfi svona ungra barnafjölskyldu á Íslandi er ekki það sama og það er kannski í hinum skandinavísku og norrænu velferð. En þessi kapítalísku leigufélög, er það vandamál? Mér finnst það ekki vandamál ef að markaðurinn væri í jafnvægi, ef við værum með nægilegt framboð. En þetta er vandamál núna vegna þess að við erum að vanta svo mikið að íbúðum og það er náttúrulega fylgir því þegar það er til leigufélög að það eru alltaf einhverjir sem þurfa að græða á þessu. Það er einhverjar svona milli sem þú þarft að borga, þú veist, þetta er ekki bara á A og B sko, heldur hérna einhver sérbreyta sem þarf að hafa einhvern haga af þessu. Og þú veist, ef við værum með þessar 8-10 íbúðir sem vantar, þá er þetta allt í lagi, þá er þetta bara einn enn valkosturinn og þetta myndi tryggja fleiri valkosti á markaðnum, en þetta gerir þetta dálítið erfitt núna. Sko, enda þáttinn hérna, þennan hluta með smámáli, eins og síðast, það er vegatollar og mér langar að fá bara örstutt svar frá ykkur. Bara eiginlega já eða nei, eru þið hlynnt því að byggja vegi hérna í kringum höfuðborgarsvæðið og fjármagnaða með vegatollum? Pavel? Já. Þú ert það? Já. Mér finnst það bara góð hugmynd. Góð hugmynd? Já. Ásta? Nei. Út á móti? Ég sé ekki alveg kostinu við þetta. Ég held að þetta sé í raun og veru bara, við munum enda með önnur hvalfjarðargöng sem koma síðan aldrei til skila til ríkisins. Þó hafa í hvalfjarðargöng. Þú gengur svo mikið að tekur strætó þannig ég mun ekki labba til Selfoss. Þetta er mjög gott framtak hjá ráðherranum og það eru þarna möguleikar sem við höfum að skoða vandlega hvernig getum við byggt hraðar upp samgöngukerfið okkar, þannig að allir landsmenn njóta góðs af. En það eru þannig atriði sem við þurfum að gæta að því að þetta sé ekki lendi ekki á einum hópi eða einu landsvæði umfram eitthvað annað. Það er hægt að gera þetta vel og ég fagna þessu að við förum í þessa vegferð að skoða þessa möguleika. Sett hérna vegatoll bara á Vestfjörði, hérna á leiðinni til Flateyjar. Já, Vestfirðingar getur skilað sér bara frá líka. Já, ég er fylgjandis. Það er á 3. tug milljarða uppsöfnuð fjárstyrkjaþörf í innviðum á Íslandi og ég væri til að menn hugsuðu það að ganga lengra og jafnvel skoða vegtolla innan borgarinnar vegna þess að þetta er umhverfismál líka. Borgar sem þjóta.
Borgarstjórn. Takk fyrir að vera hérna með mér, Pavel, Ásta, Teitur, Þórður. Við komum hérna rétt á eftir með Jón Baldvin Hannibalsson, fyrrverandi utanríkisráðherra, fyrrverandi sendari Íslands í Bandaríkjunum, maður sem mann tímanna tvenna, og við ætlum að ræða svona heimsmálin, alþjóðamálin, öryggismálin.